sko hofgyðja íslensks mainstreams feminisma, mest vóg kona öllu landinu, Sóli Tómasdóttur, þegar við vorum í einni hörðustu kjara deilu bara síðustu áratuga, þar sem eflingarkonur voru í verkföllum inn á hótelunum til þess að berjast fyrir hærri launum fyrir þernurnar þar, sem til mestmegnis konur, þá skrifar Stefán Ólafsson, sérfræðingur í Eflingu fyrir prófessorsgrein, þar sem hann hvetur feminista til þess að standa með Eflingu í þessari baráttu. Viðbrögð Sóleyjar Tómasdóttur og svona herkvaðningin til feministan er bara nei, alls ekki gera það. Sólveig er vond, hún hefur gert seg kallæga átakasækni og eitthvað svona fleira sem ég hefði gert ljótt. Ritaði hún þetta í pistil? Já, hún ritaði þetta í pistil. Og þetta bara væri í fjölmiðlum, bara þú veist, ekki standa með henni, ekki standa með Eflingu og þá skipti engu máli að þetta snýrst augljóslega ekki mig, heldur konurnar sem voru þarna að berjast fyrir hærri kjörum, þannig að ekki aðeins hafa svona þessi svona mest ábyrjandi kreðsa mainstreams feminismana ekki staði með okkur, heldur hafa þær þvert á móti verið tilbúnar til þess að ráðast gegn baráttun okkar, gegn henni og ég meina þegar Drífa Snædal var forseti Alþýðusambandsins og Halla Gunnarsdóttir núverandi formaður VR var framkvæmdastjórinn hennar, þá voru þær mjög bara yfirlýstar í því að reyna að gera allt sem þær gátu til þess að koma í veg fyrir það að ég geti verið áfram formaður Eflingar. Þrátt fyrir það að þessi stórkostlega mikli og raunverulegi efnahagslegri árangur hefði náðst í þeim kjarasamningum sem Eflingar konur með mig í forystu sem formann samninganefndana hafiði náð og það er annað dæmi og ég veit í hljóma eins og ég sé með einhverja hendar óra, ég er það alls ekki en þetta er samt bara saga sem þess virði að segja og fyrst að þú ert tilbúin til þess að hlusta þá er annað mjög áhugavert dæmi með það hversu mikill vilji var til þess að láta eins og við værum ekki til að þetta held ég líka þarna árið 2023 eftir með þessa rosalega hörðu kjaradeilu og sem enda með því að ríkissáttasemjari segir af sér, Halldór Benjamín hættir í samtökum atvinnulífsins, þá er gefið út vefrit á vegum Alþýðusambandsins sem heitir Vinnan og þetta er gefið út 1. maí og í öllu þessu vefriti er fyrst og ekki minnst einu orði á Eflingu eða kjarabaráttu Eflingar. Svo tala við hina á þessa og þess vandlega gætt að tala mitt ekki við mig eða einhverja mínum félögum og svo er því bara bókstaflega haldið fram að þegar að samninganefndir séu skoðar þá minni þær á eitthvað frá 7. 7. áratug síðustu aldar. Og þá voru við búin að vera þarna, þessi fjölmennu samninganefnd Eflingar, með fólk allstaðar á heiminum, með konur allstaðar á heiminum. Og þeir áttu við ykkur þegar voru að segja þetta minni á... Já, ég meina þau bara áttu við það að þau sáu okkur ekki, þau áttu bara við hina, en við vorum bara ósýnileg. Hvað var raunverulega, heldur, ég meina, ég trúði ekki að það sé virkilega á þeim tíma trú þeirra að þú sért skaðleg feminisma því þú ert með karlæga átakasækni eða hver var raunverulega ástæða fyrir þessari stigð þessara feminísku kvenna baráttunni sem að þú varst að heyja fyrir konur? Ég bara veit það ekki. Ég er réttar sagt, ég held sem margar ástæður, ég held alveg í alvöru að þeim, ég sé ekki rétt á tegundina af konu fyrir þær. Ég held það sé bara eitthvað, þeim finnst eitthvað defekt við mig. Og svo held ég að þetta sé líka vegna þess að ég var oft ósammála þeim hitt og þetta og af því að ég trúi á bara frjáls og opin skoðanaskipti þá bara kem ég því áleiðis, það er það að vera í svona high stakes politik, bara snýst það. Ég held að það hafi líka verið illa séð og eflaust bara ýmislegt fleira. Mín sýn er svo og ég náttúrulega, þær manneskjur sem að munu, slaufa mér fyrir að vera að tala um þetta hér við þig. Þeir eru hvort sem er löngu búin að slaufa mér. Þannig að bara whatever. Mín sýn er svo og það er ástæðan fyrir, ég vil ekki lengur kalla mig feminista, er að eitt sinn þá var feminismin og baráttan fyrir efnahagslegu réttlæti samofin. Þannig upplifði ég feminisman. Auðvitað hafa alltaf verið alls konar núansar og alls konar einhverjir angar, en þetta var samt þannig og rauðsokkur hreyfingin, og allar þessar svona öflugu kröftugu hreyfingar, þær
þeir fókusiruðu á og horfðu á einmitt efnahagslega hagsmuni kvenna, hvernig væri hægt að lyfta þeim upp, hvernig væri hægt að tryggja að konur getur lifað sjálfstæðu lífi án þess að þurfa að treysta á mann til þess að afla tekna fyrir sig og þetta er mikilvæg barátta, en þegar þú ert með risastóran hóp kvenna sem einmitt vinna ómissandi störf í umönnun, viðræstingar sem þernurinn á hótelunum við að knýja hávastar maskininu okkar áfram og það er engin áhuga á að lyfta þessum konum upp, þá hlýtur maður að fara að spyrja sér hvernig stendur á því að þær eru ósýnlegar og einhvern veginn svona óhreinu börnin hennar Evu sem að enginn vill sjá eða heyra af, getur það verið að það sé bara búið að taka baráttu viljan og útdeilunum einhvern veginn bara til, þú veist, menntaðra millistétta kvenna sem að séu rétta típan af konum með réttan bakgrunn og rétta menntun, tjáu sem er réttum hætti, þekki rétta fólkið, kunni rétta orðin og þetta sé bara einhvern veginn bundið við það og þannig upplifi ég það.